Og áfram höldum við þetta fallega föstudagskvöld. Næstu tveir viðmælendur mínir eru tónlistarfólk sem þið þekkið sjálfsagt öll, en þau eru klárlega ekki komin hér til þess að segja okkur frá því sama. Þetta eru Eyþór Ingi, oft kendur við orgel, og svo hún Sóley Björk Einarsdóttir frá Tónlistarskóla Akureyrar. Verið þið hjartanlega velkomin til mín. Takk fyrir. Já, ég á pínu erfiðleikum með þig, Sóley, hvernig ég á að tala við þig? Er höfuð þarna einhvers staðar? Ég virðist hafa mist höfuð einhvers staðar á leiðinni. Algjörlega. Nei, það er... Stundum verður fólk hauslaust á föstudagskvöldum. Þetta er kannski svolítið snemmt. Ég er nefnilega hauslausi stjórnandinn. Ég skil. Fyrir. Og ég þykist finna lykt af hrekkjavökunni hérna, er það ekki? Já, algjörlega. Ég er hérna komin til þess að auglýsa hrekkjavöku tónleika sem verða í tónlistarskólanum á Akureyri næstu viku. Dásamlegt. Eins og þið sjáuð. Og hvar fara þeir nákvæmlega fram? Þeir verða í Hamraborg í Hofi, í stóra salnum, því að það þarf að sjálfsögðu vera reykvél og einhverju draugar og fullt af krökkum í hrekkjavökubúning. Þannig að þetta verður óurlegir tónleikar. Já, þeir verða örugglega mjög skelfilegir. Já. Verður þú svona? Sko, þetta er reyndar frá því 2019. Okay. Þá vorum við með svona hrekkjavökutónleika líka. Já. Þá er ég þessi hauslausi stjórnandi og ég ákvað bara að nýta þennan búning því að hann er ansi hræðilegur, en ég verð í enn hræðilegri búning næstu viku, föstudaginn 29. október klukkan 6. Það verður svo ókeypis inn, sko. Frábært. Þannig að það er bara allir velkomnir. En spennandi í öllum skilningi. Já. Mjög spennandi. Það verður hryllilega, hrikalega, ógeðslegt. Já, mitt akkurat. Eyþór, alltinn finnst mér eins og við séum svolítið Já, svona... ég hef bara þetta skrýtnast að vita sem ég hef farið í. Þetta er, já... Ég er bara spáli ef Sóley ætlar að spila trompetin, hvar hún... Já. Það bara, því miður verður hann ekki, heldur bara prikið. Já. Þá bara get ég hvatt þau áfram hérna. Ætlar þú að spila á þessum tónleikum með þá minn? Nei. Það verða hins vegar sko 70 börn að spila á þessum tónleikum. Vá, Já, það verður eitthvað. Börn og fullorðnir, bara nemendur í tónlistarskólanum. Blásara og slavist nemendur í 3 hljómsveitum, hver á fætur annari, til að spila alveg hryllileg lög og láta ykkur fá svolítið gæsahúð þarna í salnum. Ok. Nú förum við aðeins úr hryllingnum yfir eitthvað svona öllítið hugulegra. Þú ert nú náttúrulega þekktur tónlistarmaður, en þú ert gríðarlegur ljósmyndari. Ég veit það ekki, ég er mikill áhugamaður ljósmyndir og náttúru ljósmyndir. Og nú nefnilega ber til tíðinda hér í föstudagsþættinum. Þú ætlar að vera með föst innslög hjá okkur í vetur. Já, ég hef safnað svolítið af myndböndum og svona í síðasta árið kannski mest og ég er að setja saman okkur myndbönd svona raunverulega gerð til þess að sýna fólki svona komast aðeins nær því sem að fólk sér fjarska venjulega. Þannig ég er notað aðdráttarlinsur við að sýna fugla og spendýr og ýmislegt annað sem tengist náttúrunni. Akkurat. Nú náttúrulega hef ég eins og fjölmargir aðrir séð alveg stórkostlegar myndir sem þú tekið þar sem þú virðist vera fuglakvíslari, þú virðist ná einhverjum ótrúlegum myndum að þeim á flugi og við allar aðstæður, sko. Ja, takk fyrir það. Ja, þetta er það er svona kannski svolítið þolinmæði frekar heldur en að ég sé eitthvað að spjalla við það, sko. Já, akkurat. Já, ég á til að spjalla við það líka. Hvaðan kemur þetta áhugamál? Er þetta til þess að losna þegar þú ferð úr fuglabjarginu sem að kórarnir eru yfir í þetta? Í alvöru fuglabjörg. Já. Þetta kemur eitthvað æsku, sko. Já. Ég er sveitamaður úr Dölunum og þá er maður alinn upp við fugla alls þar í kringum hann og fékk fuglabók þegar krakki og þetta byrjaði eitthvað stað þar. Ég skil. Svo blandaðist ljósmynda áhuginn með þetta. Hrókurinn hefur bekkst snemma og þetta er náttúrulega bara svona saminast í Já, bara þetta voru gamall. Þessum listaverkum. Já. Hjartans þakki fyrir að fá að hafa þessi og mega deila þessum listaverkum með þér hérna í vetur. Það verður dásamlegt. Mín ánægja. Já, hér hefur okkur vaxið höfuð hrygg, það er dásamlegt. Hjartans þakkir fyrir komuna, Sóley og Eyþór. Og nú ætlum við að njóta þess að fá að horfa á fyrsta innslag Eyþórs hér með okkur í vetur. Listaverk í lífríkinu er í boði Kanon. Góðan dag. Í þessum stutta þætti ætla ég að sýna ykkur nokkur myndbönd og ljósmyndir af auðnutillingum.
Auðnutittlingar eru litlar finkur sem verpa á norðlægum slóðum. Þeir eru grábrúnir að lit með svartar rákir á síðunum. Aðaleinkenni tegundarinnar er rauða ennið, svört kverk og stuttur gulleitur goggur. Karlfuglar eru oft rauðleitir á bringu. Hreiður auðnutittlinga er mjög fallega vafin skál, oft fóðruð með mosa, fiðri, ull, hrosshárum og öðrum mýkri efnum. Auðnutittlingar eru 13–14 cm lengd, mælt frá goggenda að stélenda. Þeir sveiflast mikið í þyngd. Á sumrin eru þeir léttastir, oftast 14–16 grömm, en sum einstaklingar geta verið allt að 22–23 grömm á kaldasta tíma vetrar, í desember og fram í mars. Mikill munur getur verið á búningi á milli einstaklinga. Sumir fuglar eru mjög dekkir og eru með rákir á bringu, en svo eru aðrir sem eru ljósbrúnir með nær hvítan gump eins og þessi hér. Á haustin fá ungarnir rauða kollinn sem einkennir tegundina. Auðnutittlingar eru kvikir og líflegir fuglar með nokkuð fjölbreyttan söng sem heyra má í bakgrunni í þessum þætti. Auðnutittlinga má helst finna í kjarrlendi og skógum hér á landi, sérstaklega í birkiskógum, enda er birkifræ aðalfæða auðnutittlinga. Auðnutittlingar eru frekar gæfir og því er nokkuð auðvelt að fylgjast með þeim. Auðnutittlingar eru ákaflega skemmtilegt viðfangsefni fyrir fuglaljósmyndara. Þeir eru sérlega fallegir, nokkuð krefjandi þar sem þeir eru kvikir, svo er rauður litur kollsins afar fallegur í gráum vetramyndum og þannig verður til falleg andstæða í ljósmyndum.
Þeir eru talsvert í þéttbýli, sérstaklega að vetri. Þeir sækja þá í staði þar sem fólk gefur fuglum og í trjágróður. Vonandi hafið þið notið þess að horfa á listaverk í lífríkinu. Mér langar til þess að benda á heimasíðurnar mínar, eyþóringi.com og icelandicbirds.com, en á henni má finna fjölmargar myndir af auðnutillingum. Þar er líka hægt að hafa samband við mig, viljið þið spyrja út í eitthvað varðandi myndirnar mínar, þættina, fuglana eða bara náttúruljósmyndun almennt.